innilegar afsökunar að æða svona inn á okkur en mér langar svo að eiga við ykkur stutt spjall. Er það í lagi? Já, nú reyndar að vinna hérna en... Ég skal vera ofsalega snögg. Já, sjálfsögðu. Hérna, fyrir að fyrsta þá langar mér kannski að vita hvernig það kom til að þið tókuð það að okkur á fræða landanum framkomu og almenna kurteisi. Já, það var leitað til okkar. Það var leitað til margir aðilar sem höfðu samband við okkur og hvött okkur mjög til þess. Já. Og það voru aðilar hérna innan sjónvarpsins sem fóru þess og leit við okkur að við tækjum þetta á okkur. Já, en ég meina, er það vegna þess að þið eruð kurteisir af náttúrunnar hendi eða eru þið búin að lesa eitthvað til eða hvað er málið? Sannarlega, við... Ég á nú fyrst og fremst mínu góða uppeldi að þakka og foreldrum mínum. Já. Og þetta aðalega þakka held ég. Ég held ég segi sömu sögu. Ég sjálfur hef hérna hlotið mjög gott uppeldi. Bæði sem sagt hjá foreldrum mínum og systkinum líka. Og kennt okkur góða siði. Já. En hérna, en við höfum mikið stúdrað þetta sem sé og erum búin að svona þess vegna vorum fengnir í þetta. Já, þetta er alltaf verið okkur hugleikið áhuga mál. Já. Kurteisi og framkoma og hegðun við ýmsu tækifæri. Og komið tíma að dreifa þessu. Já, okkur varst komið tími til þess núna á þessum tímapunkti. Já. En af hverju það finnst ykkur hérna, Íslendingar almennt eiga í erfiðleikum með mannleg samskipti? Það er til í dæminu, já, ansi oft. Og þess vegna þótt okkur einmitt ástæða til þess að hefja þessa þáttaröð okkar, þannig í Dassljósi. Að, já, það er rétt, það hefur, maður sér ýmistæmi þess að... Já, það er víða ábóta, sko ábóta vant í hegðun Íslendinga. Sérstaklega biðraðamenning. Já. Hún er ekki til á Íslandi. Nei. Og ýmislegt svona það sem við höfum tekið fyrir í okkar þáttum. Já, sérstaklega. Þú veist svona vandarsmál sem kom upp og svona leigubílstjórar og svona ýmislegt. Já, bara í þessu daglega hamstri. Já, akkurat. En segjum mér nú eitt. Það er kannski sérstaklega svona biðraðamenningu svo. Fyrirgefðu, ég hérna er alveg, mér langar bara svona að lokum að fá að vita hvað er kannski svona uppáhaldsókurteisin ykkar? Já, uppáhaldsókurteisi. Uppáhaldsókurteisin mín er hroki og yfirgangur og sjálfhól og það er svona uppáhalds ókurteisi karakterar sem vaða áfram í. Já. Finnst mjög gaman að þessari ókurteisi þegar fólk er að gera svona símat, hringir eitthvað númer, skilur og svona halló, raskat eitthvað svona og skellt síðan á. Það finnst mér það. Við höfum nú aldrei gert það. Nei, en hérna þetta er svona skemmtilegt. En við þekkjum fólk sem hefur gert svona. Já. Heyrðu, þið haldið bara áfram og að gera gott starf. Já, við vonum bara að þið hafið gagn og ánægja af þessu. Já, takk fyrir. Við höldum þá bara áfram. Já. Takk. Við erum kurteis. Já. Takk fyrir. Já, við vorum hérna. Takk fyrir